allt í lagi. Sko. Sko klám. Kynferðislega örvandi efni hefur þróast á síðustu árum og áratugum frá óaðgengilegum erótískum klámblöðum og rauðum símalínum yfir í ókeypis og aðgengilegt internetklám. En hvað er klám og hefur það einhver áhrif á okkur? Þetta kannski ekki alveg einfaldasta spurning í heimi. Sko klám, eru þetta eitthvað efni sem er kynferðislega örvandi, notað í kynferðislega örvandi tilgangi, það er myndað kynlíf, en þetta getur líka verið myndað kynferðisofbeldi. Það til alls konar klámefni. Mjög margir sem ég fylgist með vilja nota þessa skiptingu í klám og erótík og mér finnst það mjög hjálplegt. Og það myndi ég segja að erótíkin hafi fylgt okkur ansi lengi. Ég fæddi 82. Þegar ég lítil, þá voru til dæmis ljósbláar myndir, sem ég eiginlega kalla bara klámmyndir, voru sýndar í sjónvarpinu á kvöldin, skilurðu mig, og stundum í endursýningum helgar. Ég man eftir mómenti á ömmu og afa þar sem þau bara fleygðu sér á sjónvarpið því ég var bara, hvað er að gera þarna? Bara hér, skilurðu. Það voru rauðu símalínunar, það var svo hringt, annarkvort spjallaði mannski á klæmst eða hlusta á sögur. Það var bleikt og blátt, með minnir að mannlíf hafi líka svolítið verið með nektina. Það voru náttúrulega strípistaðir. Og það voru klámspólur til inn á öllum heimilum. Og þegar PC-tölvurnar komu og Apple-tölvurnar, þá var þetta á floppy diskum. Það voru bara ríðuleikir sem þú gast bara farið í. Þannig að þetta, við eltum tæknina, skilur, tæknin kemur og við bara eitthvað, ok, hvað er nýtt, ég vil þessa örvun, ég vil skoða þetta, hvað kveikir í mér og hvernig, einhvern veginn. Og svo erum við komin í dag, í nútíman, við erum með klám á netinu. En klám hefur meðal annars verið skilgreint af Dean Russell sem efni sem hefur niðurlægingu og ofbeldi sem hluta af sér án þess að það sé átalið eða gagnrýnt. Flestir eru bara sammála það að alls konar myndbönd sem við sjáum á netinu og Pornhub og XXX videos og öllu þessu, þetta er klám og þá gengir bara út frá því, ok, ef þetta er klám þá skulum við vinna með það. Sko ég held eiginlega að klám er ógeðslega stórt orð og ég líki svo ógeðslega oft við orðið matur. Matur fyrir sum er McDonald's, það er fyrir sumum próteinbar og það er fyrir öðrum salat eða epli. Þú veist bara frumefnið, menn aðrir eru með það mega unnið eða eitthvað allt annað. Þannig að ég held að þegar við segjum klám í grunninn, þá erum við að tala um eitthvað allsbert fólk að örva kynfæri. Það er bara svona alveg grunninn á því sem það byggðist. Mikið af því klámi sem að flestir held ég að myndi bara skilgreina sem mainstream klám í dag fer algjörlega yfir þessi mörk og er í mörgum tilfellum í rauninni gæti skilgreinst sem kynferðisofbeldi frekar en kynlíf. Það er bara allt annað og algjörlega nýr veruleiki heldur en þetta var með einhverjum hellaristum sko. Já, þess vegna með klámblöðunum og klámspólunum og svona. Kynferðislega örvandi efni er því eitthvað allt annað en það var fyrir tilkomu internetsins. En hvernig er þetta mainstreams internetklám? Sú síða sem kemur fyrst upp í leitarvélunum Google og Yahoo og þessum algengustu, hún hefur legið undir ámælum núna seinustu mánuði fyrir það að þar getur hver sem er pósta hverju sem er og fengið sem sagt greitt fyrir. 18-year-old, anal, first time, painful, amazing. Og það er Byrju 18 ára, hafa endaþarmsmök í fyrsta skipti, það er amazing samkvæmt lýsingunni en það er líka painful. Og þetta sá maður bara svona gegnum gaman aftur og aftur í titlunum. Að það verið að skella saman því að eitthvað sé dásamlegt og að það sé sársaukafullt. Og þá hefur maður svolítið áhyggjur af því hvað segir það sérstaklega ungum notendum kláms kynlíf. Það segir mann einhvern veginn að það sé dásamlegt að upplifa sársauka í kynlíf og það sé jafnvel eftirsóknarvert. Ég hugsa sko að klám sé kannski einhver ýktasta útgáfa af kynhlutverkunum. Þar sem að konurnar eru viðföng fyrir kallana til að leika sér að og þær eru kallaðar einmitt ílát eða einhvers konar bara leikföng, dúkkur og svo framvegis. Þetta er kannski áhugavert í ljósi þess að flestar stelpur kannast við þessa hugmynd það að kynlíf sé sársaukafullt og þá sérstaklega í fyrstu skiptin. En strákar þekkja ekki þessa hugmynd allavega kannast ég ekki við það að strákar
hafi áhyggjur af því að kynlífið þeirra verði sársaukafullt. Það ekki svona viðtekin hugmynd. Okkur starfsfólkinu Stígamótum okkur hefur fundist við sjá meira og meira af afleiðingum kláms í þeim brotum sem að brotaþolar að koma með til okkar. Þeir að segja okkur frá því þegar að vera að brunda í andlit eða vera að taka kyrkingataki, vera að fara í ósamþykkt endaþarmsmök og svo framvegis. Þannig að sem sagt, í nýjustu herferðinu okkar þá fannst okkur mikilvægt að koma inn í rauninni með jákvætt mótvægi við kláminu. Við vorum í Doggy og hann var alltaf að segja mér að fetta baki meira. Og var eitthvað nett obsessed yfir því hvað það væri sexy. Mér fannst það bara frekar óþægilegt. Hvort vildi hann eiginlega? Að ég nyti þess að ríða honum eða lúkkaði svo klámstjarna á meðan. Einmitt. Já, þetta fólk þarf að tala saman. Samfélagið okkar svolítið klámvætt, sko. Klámvæðing eða pornification þetta hugtak hvernig klám, orðfæri klámsins, myndmál klámsins og svo framvegis hefur smygt sér inn í bara okkar daglega líf án þess að þyki neitt sérstakt tiltökumál. Eitthvað sem fólki fannst vera algjörlega fyrir neðan allar hellur fyrir 20 árum síðan bara, auglýsing frá Smáralind í dag. Þetta eitthvað svona sem enginn kipir sér upp við. Klámvæðing hversdagsleikans, öfgafull kynjuð valdatengsl og kynferðisofbeldi. Ættum við ekki hreinlega að fordæma og sniðganga klám? Ok, mér langar kannski í umræðinu klám, bara svona aðgát skal höfð í nærveru sálar og að passa okkur að varpa ekki skömm, passa okkur að fara ekki langt í ef þú horfir þá gerist þetta. Ég held að það sé rosa mikilvægt að nálgast þetta ekki út frá skömm og að maður ætla að banna eitthvað. Vegna þess að ég held að það sé rosa mikilvægt bara að skilja eftir opna hurð inn í samræður klám. Það sem við eigum að skammast yfir hvað við höfum brugðist hrikalega illa við bara sem samfélag að bjóða upp á almennilega kynfræðslu. Ef þetta það sem þeir fá sínar helstu upplýsingar frá. Og síðan þetta að þeir sem að veita þetta efni, að þeir fái bara að gera það og talið sama hvernig efnið Fyrir svo marg og mikið af fólki og mikið af unglingum þetta þeirra fyrstu skref í að uppgötva og reyna að skilja sig sem kynverur og þegar við veitum þeim ramman hvað þetta ekki, erum gagnrýna og erum með díalógin að þá náum við þeim miklu lengra og þá engin hvati til að herma eftir þessu eða sækja mjög markvisst í þetta af því þau skilja hvað þetta en á meðan við liggjum í þögninu og ætlum ekki að gefa þeim nein svör, nein tækifæri til umræðu, hvað eiga þau þá að gera? Ég held að við þurfum bara að átta okkur á því hvað klámneysla ótrúlega útbreidd og ótrúlega normaliseruð. Það bara ótrúlega venjulegt að horfa á klám og það líka mjög venjulegt hjá strákum allt niður í 12-13 ára. Þannig að ég held að við sem erum fullorðin þurfum að setja okkur inn í það hvað í þessu, hvað þetta sem þau eru að horfa á og hvaða áhrif og afleiðingar getur þetta haft fyrir börn og unglinga sem eru bara ennþá með óþroskaða heila og hafa ekki þroska og getur til að skilja þetta efni sem verið að leggja á borðið fyrir þau og bjóða einhvern veginn bara betri og hollari samtöl kynlíf í staðinn. Við erum bara að opna samtal sem bara búið að vera í þöggun í margar aldir. Klám reikar frá því að vera erótískt kynferðislega örvandi myndefni yfir í myndað raunverulegt kynferðisofbeldi og rannsóknir benda til þess að algengasta og aðgengilegasta klámið sé í megindráttum það síðarnefnda. Klám virðist hins vegar vera meginvettvangur kynfræðslu á sama tíma og vísbendingar eru að mörkin milli kynlífs og kynferðisofbeldis séu orðin óljós. Ætli það sé tilviljun? Ef þú vilt vita meira og fá ítarlegri útgáfu af þessum þætti og heyra meira frá viðmælandunum sem ég var að tala við, þá getur þú farið inn á allar helstu hljóðvarpsveitur eða podcastveitur og fundið þátt með sama nafni þar.